Komið sæl og blessuð og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum upp á Hótel Blönduósi hérna á Blönduósi í dag. Ýmislegt sem við ætlum að ræða í dag en þó ætlum við mest að ræða Blönduós og Húnavöku sem núna helgina. Við ætlum líka að hitta 2 tónlistamenn, einn sem búinn að vera í bransanum ansi lengi og annar sem að byrja. En það hann Bjartmar Guðlaugsson sem við hittum í miðbænum á Akureyri og svo hann Hákon Guðni sem við ætlum að hitta út á túni. En við ætlum að byrja náttúrulega að tala Húnavöku. Velkomin á Blönduós. Fyrsta sem við heyrðum að það var alltaf gott viður hérna. Þetta satt? Já, læt því svara. Já. Nema kannski svona síðustu daga, en annars þetta satt. En svona þess að, sko, þið eru systkini og þið eru umsjónarmenn Húnavöku. Og hafið verið. Hvers konar hátíð þetta? Þetta bara fjölskylduhátíð, þar sem allir eru velkomnir. Og það mikið að brottfluttir blönduósingar komi og mikið árgangamót og þannig að annars bara allir velkomnir og nógu tjaldsvæði og... Ekki svolítið mikið bæjarhátíðum landið byggt á því að svona brottfluttir sé að koma aftur og einhvern veginn taka litla ásóttíð saman? Jú, maður heyrt það sé svolítið mikið og það er endalausar hátíðir hér og þar landið og við erum eins og Kristín sagði, þetta kannski fyrst og fremst verið að stóla á það þeir sem hafa flutt hérna frá staðnum og börn þeirra sem búa hér og fleira sem hafa farið suður að mennta sig og ekki komið tilbaka að þetta fólk að koma heim og þetta svona bara reunion, Blönduós má segja sko. Og við sjáum að það byrjað að skreita hérna göturnar og mikil stemming. Já, menn voru í gær í mígandi rigningu í Pollagölum að skreita. Eða í fyrradag því að þetta náttúrulega tekið upp daginn áður og sýnt á föstudegi, þannig að í fyrradag. Já, í fyrradag. Núna náttúrulega bónga blíða sko. Nú blíða eins og alltaf neini, það var fólk byrjað að skreita eins í gær en ég held samt að það hafi eitthvað það að fólk haldið því áfram í dag því að þetta var ausandi í gær og það hafi einhver áhrif því miður. Ekki við til að skreita. Við sáum flott skilti og skreitingar, blöðrur og fána og það greinilega metnaður í þessu. Já. Er eitt hverfið að gata betri en önnur? Er þetta keppni? Já, við byrjum á því fyrra að vera með keppni á milli gatna, hver með best skreyttu götuna og svo best skreytta húsið. Þannig að það svona keppni á milli gatnana, já. Við sáum skiltið það sem stóð á dagur án nammi tilgangslaus dagur? Dagur án tilgangs. Dagur án tilgangs, já. Samsum við okkur mikið með þetta. Er það lýsandi fyrir hátíðina? Nei, held ekki. Það kannski að segja það er kannski furðulegt einmitt að það vera presentið eitthvað nammið þannig að þetta er þá ágætist atvinnutækifæri fyrir einhvern tannlækni til að koma hingað því það veitir það ekki að vera með hann á störfum hérna, það engin tannlækni starfandi að blönda sig þannig að því sem komum til að... ekki? Nei, við keyrum hérna yfir á Krók til þess að fara til tannlæknis en þetta er ekki lýsandi fyrir hátíðina, þetta er náttúrulega að vera bara skemmtun og það þarf ekki að vera nammi til að vera skemmti sig. Þið eru með sjúkrahús? Við erum sjúkrahús, ennþá. 7-13, já við erum með það og hér þurfa allir að koma í gegn til þess að koma til Akureyrar sko. Ekki að fara heimkringin, þannig að við erum algjörlega hér miðsvæðis og... En ef við förum aðeins í dagskrána á Húnavöku, kannski getum við ekki farið í hana alla en svona hoppað yfir í eitthvað, svona látum fólk vita hvað er að gerast. Eru þið með eitthvað, hvað er mest spennandi? Má segja það? Já, það er náttúrulega í kvöld, þá er grillpartí hérna í gamla bænum. Að þá sem sagt koma bæjarbúar bara með stóla og borð og kjöt og grillið. Og það var að tala 50-dagskvöld. Já. 50-dagskvöld, já. Af því þetta er sýnt á föstudegi. Já, sérst í dag er stóri fyrirtækjadagurinn. Og þá sem sagt opna fyrirtæki í bænum, húsin og fyrir gesti og... Við ætlum að tala meira það eftir. Já, þannig að... Og það hefnaði rosalega vel í fyrra og hefur svo verið áður en svona var... Það er mikill metnaður lagður það við fyrirtækjum að opna hérna fyrirtækin og við sáum það alveg í fyrra að bara gestir sem voru að keyra hérna fram hjá staðnum að þeir stoppuðu, þeir sáu að hér var eitthvað að vera og stoppuðu og hérna var mikil rennir hérna í fyrra og vonandi verður það áfram núna. Og svo á laugardeginum er náttúrulega hérna svona dansleikir og söfnun og ljósmyndasýningar og margt í boði. Svo er náttúrulega kannski svolítið hápunkturinn líka á laugardeginum, náttúrulega fyrirtækjadagurinn í dag og svo á morgun er það laugardagurinn og þá erum við með útisviðinu, markastemningu og sólarstýrða og íþróttaálfurinn mæta og Lalli töframaður og bara hellingur að vera á sviðinu. Fullt fyrir krakkana. Fullt fyrir krakkana og svo er það kvöldvakan kvöldið og hérna þar er náttúrulega kannski ber hæst Páll Óskar sem held ég bara, þessi ekki bara fyrsta sín á Blönduósi. Mikið spennandi fyrir að fá hann hérna, sjálfan diskókónginn sko. Og hann ætlar að enda þetta svo með dansleik í félagsheimilinu sem að
sem að vonandi bara verði vel mætt á og allir í diskogallanum. Já, hann byrjar út á sviðið og svo teymir hann fólki með sér. Já, það akkurat svona hugsunin sko. Hann kemur og teymir fólki svona. Dansi í konga inn á félagsheimilinu. Flautuleikarar með víslutum. Nákvæmlega. En svo kannski má líka benda á það sem við höfum haft líka. Við erum líka kannski að höfða svolítið á, þá vorum í fyrsta skinn með þetta í fyrra og erum núna svolítið að höfða til yngri kynslóðarinnar og vorum með með hjólabrettanámskeið því að hann var að koma nýr hjólabrettpallur. Vorum með það núna miðvikudaginn og heppnaðist rosalega vel. Fengum brettasnilling frá Akureyri til að koma hér og sýna krökkunum listir sínar og kenna þeim. Og svo erum við með náttúrulega barnaball, það er nýtt, það er frítt inn á ball á föstudagskvöldinu með Hvannadalsbræðrum sem er náttúrulega bara frábært og bara öll fjölskyldan velkomin þangað. Það er í kvöld akkurat. Og þeir eru svo að spila sko á föstudagskvöldi í fjölsheimilinu og svo er náttúrulega líka sko á morgun, laugardag, þá er heimsmeistaramót í Lomber sem er á hótelinu og svo er gólfmót upp á gólfvelli. Það voru að stoppa aðeins í Lomber, sko. Heimsmeistaramót í Lomber, þú lætur þetta hljóma bara eins og... Allir vita. Já. Hvað er það? Í sjálfsög þá veit ég það ekki heldur. Það er alltaf eitthvað spil, já. Þeir alltaf vildu auglýsa þetta þannig þetta sé heimsmeistaramót. En þá hittast menn og konur væntanlega og eru að spila Lomber. Þetta er spil? Allan daginn, já. Ég sá fyrir mér svona tré sem við værum verið að kasta. Lomba! Ég hefði séð, kannski eru þeir að því. Nei, ég hef bara aldrei séð neitt spila Lomber. Þetta er hótelinu mikil stemning. En þá rak líka augun í að Gummi Jóns er að koma, er það ekki að spila á föstudagskvöldinu? Nei, það var í gær. Það var í gær? Já. Og var það gaman? Það var bara æðislegt. Þeir voru hótelinu, þetta var því lítið. En það ekki? Jú. Svo erum við líka að taka, eins og við talum áðan með yngri kynslóðum, að taka svona það besta annar staðar. Við ekkert leyndarmál að við sáum flotta hluti eins og Hvammstanga, eldur í Húnaþingi og það var sápurennibraut fyrir krakkana. Og við erum alltaf búin að hoppa á það og ætlum að vera með það á sunnudeginum, enda þetta þannig að allir bleyti sér svolítið. Verður rígur samt? Verður ekki rígur þá? Nei, við erum svo félag, við erum svo að lána hjá þeim seglið og fleira. Við erum að spila hérna fótboltaleik saman í kvöld þar sem að liðin eru í sameiginlega, þannig að það er allt í góðu milli þessara þéttbýlisstaða. En Zumba, það verður Zumba. Ég verð að nefna það, því að ég elska Zumba. Já, það verður sem sagt Linda Ævarsdóttir sem er búin að vera að kenna Zumba einnig vetur, ætlar að vera með Zumba party í Íþróttahúsinu í dag. Þannig ég hveit allar til að mæta það líka. Og svo á laugardaginn með líka sko, við ekki glemt því, þá er sem sagt golfmót, gámaþjónustumóti í golfi, þannig að golfarar geta komið hérna. Og svo er líka blöndurhlaup USAH, það er sem sagt í fyrramálið líka. En þá við höfum nú verið að tala brottflug, þá er þetta náttúrulega opið fyrir alla og því var alltaf að fá fleiri og fleiri fastagisti sem hafa ekkert með Blönduós að gera. Já, og svo er alltaf líka bara, þetta snýst veður og allt það og verður það í lagi hér helgina og auðvitað eru allir velkomnir, hvort sem það eru Blönduósingar eða burtfluttir eða braðgömmumenn og vinnur og vandamenn sko. Það er einlega alveg frábært að bara fá það flug í höfuðið að taka þátt í svona hátíð þó þú sért bara einhvers staðar allt annars staðar frá, hafir enga tengingu og ég vil aldrei stoppa nema bara á N1. Nýta tækifærið. Sjá bæinn frá öðru svona hótel, það er næstilegt. Nákvæmlega. Er það uppbókað? Ég veit að þú tengist hótelinu hérna stóra litið, er uppbókað fyrir helgina? Já, að mestu held ég. Það er hægt að prófa að hringja og ná kannski eitt herbyggja með mig líka í tjalda. Já, ég hugsa það, þú getur prófað það. Þú getur prófað að snúa til fóta einhverstað. Já. Við komum öllum fyrir. Það er nóg gistir í mig hérna, þannig að það er bara að hringja og athuga. Ekki spurning. En við bendum fólki bara á þeir með Facebook-síðu og allar upplýsingar eru líka inn á Húnahorninu. Húni.is og svo er það Facebook-síðan og svo er þessi bæklingu sem við finna bara hér og þar frá Staðarskóla og alla leið held ég norður sko. Þannig að fólk getur nálgast bæklingi þar. Glæsilegt, takk fyrir þessar upplýsingar. Og hvet bara fólki eindregið til þess að klára að horfa á þennan þátt. Það eru nokkuð viðtöl eftir og svo bara slökkva sjónvarpinu, drífa sig á Blönduós og taka Húnavöku þar yfir helgina. Við höldum áfram hérna eftir smástund og þá ætlum við að heyra meira Blönduós.